Sælveriði, gestur okkar í dag, hann þyrfti eiginlega að hafa fleiri klukkutíma í sólarhringnum heldur en hann hefur. Hann prestur, hann tónlistarmaður, hann torf- og grjóthleðslumaður og ég veit ekki hvað og hvað. Séra Oddur Bjarni Þorkelsson á Möðruvöllum, nýkominn þangað og við ætlum að spjalla hérna inni í bragganum. Oddur Bjarni, velkominn. Takk að þér fyrir. Séra, hvernig finnst þér það? Ungur maður, Séra Oddur Bjarni. Séra Oddur Bjarni. Það er náttúrulega dásamlegt og allt í einu maður hættur að heita Oddur Bjarni. Það virkar bara þannig að maður staddur í heimahúsi og við erum að spjalla og svo hringir síminn hjá þeim sem maður að spjalla við og við komum fyrir símann og já, halló. Nei, ég get það ekki alveg akkurat núna, ég að tala við prestinn. Þannig að nú er maður bara presturinn. Nú ertu bara presturinn? Nú er maður presturinn. Já. Og líkar þetta vel? Já, afskaplega. Já. Afskaplega hreint. Þetta starf, er þetta eins og þú reiknaði með? Já og nei. Þetta starf er náttúrulega eins og vel flest önnur störf að þú getur lært þetta í skóla og þú getur skoðað teóríur alveg þangað til að kursutna koma heim. En svo þetta bara djúpalögin og byrja og svo bara dettur andlitið og stendur á fætur og vonar bara að enginn hafi veitt sér nema þú. Þú segir djúpalögin, þetta ekki dálítið mikið svoleiðis svona í byrjun? Í almáttugur, jú, þegar ég fæ hringinguna frá Agnesi og hún náði mér. Hún hringdi og sagði já, þau í Dalvík prestakalli hafa komist að niðurstöðu, þau ákváðu að velja Odd Bjarna. Og þar sem þetta var í þriðju persónu, það náttúrulega hlustaði ég bara já, og svo koma svona 1, 2, 3, Oddur, það ég! og fyrstu viðbröð voru, yes! Svoleiðis splitt sekúnd og þá kom viðbröðin, hvað ég komin út í? Já, hvað ég komin út í? Já. Og það bara svolítið þannig. Já. Hvar varstu staddur þegar þetta gerist og kallið kemur? Þegar hún hringir? Ég var rétt komin heim úr grjóthleðslunni, bara moldugur og fínn og var bara staddur heima hjá Tengda og Húsavík. Og ég bara settist og skalf í smá stund og svo trillaði fram og spurði Margréti hvernig litist á það að flytja norður. Já. Hvar bjugguð þið þá? Í Reykjavík. Þið bjugguð í Reykjavík? Já, búin að búið það í 10 ár. Margrét Sverrisdóttir, kona mín. Já, leikkona? Leikkona. Já. Dagskrárgerðarmaður og hleðslumaður og allt múlið hér. Hleðslumaður? Já, já. Svona grjóthleðslu? Já, já. Kanntu það? Já. Torfhleðslumaður? Torf og grjót. Já. Og hefur unni við það? Og þið? Já, já. Ég hef búin að vera starfandi við þetta í rétt 20 sumur, held ég. Búin að vera verktaki á bílega nær 15. Og hvar ertu að gera þetta? Rosalega mikið bara heim í sveit. Heim í minni gömlu sveit, heim í Aðaldal. Já. Og svona heim í Þingeyjarsýslu. Ég er búinn að vera mikið upp í bæði Mývatnssveit. Ég hló Dimmuborgir. Þú trúir mér ekki. Ég bílastæði við Dimmuborgir eða þú kemur afkoman, nýja veggirnir og allt það saman. Hlóst þú það? Já, ég einn af þeim sem hló það, já. Og Margrét kom að því líka seinna mér. Það verið að halda við þessum gömlu hleðslum. Já. Og ert að gera við það? Ég að gera við. En þú getur náttúrulega hlaðið frá upphafi í byrjun líka, ekki? Já, ég meina þetta snýst það að rífa niður og byggja upp aftur. Já, það það. Maður notar bara sama grjótið aftur. Já. Í flestum tilfellum stundum þetta einhver ný framkvæmd. En alla jafna, ég hef aldrei til dæmis notað, ég hef aldrei unnið með eitthvað fyrirfram steypt, ég hef bara notað náttúrugrjót, sem sagt. En hvað verður þú þetta? Það var alveg dauðóvart. Bergsteinn Galni Kasskvammi, frændi minn, og Haraldur frá Fljótsbakka, hleðslumenn. Þeir voru að dutta heima á Grenjaðarstað. Ég náttúrulega hvaðan ég er náttúrulega bara í 5 minútna göngufélag frá Grenjaðarstað. Já, þú ert þaðan? Ég er þaðan, ég er aldalingur. Og þá vantaði handlangar og ég fór að moka möl og svo smástafn fór ég að leggja einn og einn stein og svo bara kom í ljós ótrúlega sagt að þetta er í mér og ég get þetta. Þannig að smám saman byrjaði ég að hlaða bara með þeim á fullu. Svo dó Bergsteinn blessaður. Og svo fór Halli og skyndilega var ég bara að verða einn eftir sem að
Þú svo bara einn eftir? Í rauninni, þetta svona eins og 10 litlir næra strákar og allt það. Þannig að og þá hófaði ég Margréti eins og hún handlagði með afbrigðum og miklu handlagni en ég, að tókast að hún þetta væri ekki henni líka, gæti þetta ekki og heldur betur, þannig að við erum 2 í þessu. Já. Og náttúrulega höfum unnið með fleirum. En býtum við, sko, þú ert aldalingur, en þú varst á Húsavík. Já, ég bjó þar frá, ekki nema frá 95 til 2000, svo fór út í skóla og eftir það bjöggu í Reykjavík. Þú segir við? Við Margrét. Hvar kynntistu henni? Ég kynnist henni hún frá Húsavík? Hún Húsvíkingur nefnilega. Já, hún Já, þess vegna bjó ég á Húsavík. Já. Fram að því í rauninni, sko, við aldalingur lítum á Húsavík eingöngu sem stað til þess að ná í bensín og fara í ríkið. Það var ekkert mikið meira þangað að hafa. Það þessi gamli rígur, rétt eins og, þú veist, Húsavík, Akureyri og svo framvegis. Og en ég var fenginn til þess að skrifa sjó og setja upp, fyrir framhaldsskólann á Húsavík. Hún var í skólanum og ég kynnist henni þá. Og sumarið eftir það, þá byrjuðum við saman. Já. Og fóruð þið þá saman, hvar tókstu menntaskóla? Ég var búinn með hann. Það er 5 ára aldursmunur á okkur. Framhaldsskólann á Laugum fór ég í. Ég fór þangað í heimavist og svo fór ég til Akureyri í VFM. Og einhverja óútskýranlegra hluta vegna ég stúdent frá Hagfræðibraut sem mjög dularfullt. En hvað svo? Hvað tekur svo við hjá ykkur? Eftir Húsavíkurdvöl? Í rauninni, við förum út í skóla og sjálfsögðu gátu hún ekki fara á sama stað. Hún var í London, ég fór til Bristol. Býtu, þú fórst í? Ég fór í leikstjórn. Þú fórst í leikstjórn, en hún leikkona. Hún leikkona. Hún fór í leiklistarnám í London og ég fór til Bristol í leikstjórn þar. Nefndu mér eitthvað sem þú hefur unnið við í leikhúsinu. Í leikhúsinu? Já. Sko, ég hef ekkert mikið unnið í atvinnuleikhúsinu, sann að sagna. Eftir að hún kom heim þá stofnum við lítinn leikhóp sem hét Kláus og settum upp, undir þeim merkjum settum við upp einhverja 2-3 sýningar. Bæði fyrir sunnan og eins fyrir norðan. Til dæmis gerðum við Rítu, Valli og Margrét léku kennarann og nemandann og ásamt félagum okkur líka gerðum við aðra sýningu sem var sem sagt nýtt brestleikrit og þýðingin af því var Riðin í sólarlagið. En svo hef ég fyrst og fremst, ég alinn uppi áhuga leikhúshreyfingunni og ég hef fyrst og fremst unnið með þeim. Ég hef verið aðstoðarleikstjóri nokkrum sinnum bæði í Borgó og Þjóðleikhúsinu og tekið þátt og aðeins verið á sviði en leiki tvívís og með eitthvað Akureyrar. En fyrst og fremst ég áhuga leikhúsmaður. Hafið þið leikið saman? Við Margrét? Já, með leikfélagi Húsavíkur leikum við saman í Gauragangi og það vetur 95. Í Gauragangi og í 3 tárum. Svo hef ég leikstýrt henni. En að hins vegar þá bídum við, látum okkur sjá, en við leikum eiginlega aldrei saman. Hér mynd af okkur í búningsherberginu í 3 tár. Mjög skæsleg, þetta svona hárgreiðslur rétt að klárast. Þú ert ekkert smá hálfvitalegur þarna. Þarna, með heil í lokin. Já, þetta er náttúrulega tímabilið. Þetta er. Og þarna átti ég að leika einhvern mann sem að skyndilega uppgötvast að hann er svona óskaplega mikill söngvari, hefur svona fallega óperusöngrödd, mikill tenor. Og ég átti karakter sem ég kallaði Siglufjörðartenor, sem er svona ævintýralega klemdur. Já, svona óskaplegur. Og gerði þennan karakter fyrir Sigrúnu Valbergs og hún sagði, já, herri, þú syngur svona. Ég sagði, nei, ég get ekki gert það, þetta er hræðilegt. Þetta er grín, sjáðu, ég vil gera þetta almennilega. Þannig að ég fór til Hófjár Ben í 1 tíma. Já, í 1 tíma? Já, hún sýndi mér bara hvernig ég ætti að opna. Þannig að ég geti komið svona, þessi hljóð, sem eru aðeins geðslegri. Þannig að það var voða gaman. Og svo erum við íðilfögur, við erum alltaf frekar. Já, heyrðu, já. Við erum alltaf svolítið svona. Og þarna gerðum við að gamna okkar ásamt í Jóa félag okkar sýningu sem við köllum með Kveðju frá Rússlandi. Þetta eru Tjekhov einleikir. Þetta er úr bónorðinu. Bónorðið? Bónorðið.
eftir Tjekhov. Tjekhov, ég hef leikið því. Er það ekki? Jú. Já, hryllilega skemmtilegt stykki. Oddur Bjarni, það hægt að fara svo víða með þér, sko. Já. Það náttúrulega presturinn, sem við verðum að tala líka. Já. Það er stúfur. Dimmuborgirnar og allt í tengslum við það. Já. Ég var að tala pílins um það? Já. Þeir Dimmuborgubræður eru okkur hjónum afskaplega kærir. Við kynnumst þeim, það er svona réttur 10 ár síðan, 2005 eitthvað svoleiðis, mér minni það. Og þá vorum við fengin upp í Mývatnssveit til þess að aðstaða þá við að koma sér á framfæri. Og við kynnumst sérstaklega þeim bræðurum Kertasníki og Stúfi. Og Stúfur er einstakur. Hann er náttúruafl hreinlega og er að mörgu leyti eftir stundin okkar síðustu ára, þá er hann á mörgu leyti þjóðareign, hann er dásamlegur. Og við höfum gert alls konar þætti með þeim og hvaðina. Og við höfum farið með þeim, Stúfur hefur farið til Japan til dæmis. Já. Og þetta höfum við hjálpaði með bæði, sko, við höfum farið til Berlínar, Leipzig, við höfum farið til Rovaniemi, farið til Frakklands, farið til Þýskalands, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og víðar til Norðurlandana. Hvað er þetta að segja? Þetta er, já, þeir eru... Og hverjir bjóða Stúfi og Kertasníki allar þangað? Þetta er allt saman í tengslum við ferðamennsku og sölusýningar tengdar ferðamennsku. Og til dæmis tóku þeir bræður á móti frönsku fólki sem eitthvað sumarið. Og það var svo skemmtilegt, þeir vissu alveg að þetta lið var að koma í Dimmuborgir, en þeir bræður ákvaða að taka mót aðeins annar staðar og rölta bara svona yfir þjóðveginn, bara svona þeir vissu að bíllinn færi framhjá, bara til að sýna að þessar skepnur eru bara þarna á gangi í sínu náttúrulegu umhverfi. Og Frakkarnir urðu algjörlega dolfallnir og yfirmaðurinn þarna, hann var sko head over heels, hann var fullkomlega ástfanginn. Og fannst þér svona hryllilega skemmtilegur, það var alveg sama hvað söngarnir ötuðst í honum og kittluðu hann og purruðu hann og hvað og hann fannst alltaf það skemmtilegt. Og svo þegar þeir bræður fóru til Frakklands og hann bauð þeim til Frakklands á stóra sölusýningu og þar voru þeir bara með slott og með svolítið sýningu og svo mingluðu þeir og það var leið limúsína fyrir þá, þeir voru opnunar atriðið. Við gerum okkur enga grein fyrir því hvað þessi maður var stór, þegar við erum komin þarna þá allt í einu áttu okkur smá saman á því, það er allir að bukta sig og beygja sko fyrir gaurnum og hann ræður öllu. En þeir kallar, þeir voru bara í svona í honum og það var allt fyrir okkur. Hvað er þetta að segja? Hryllilega gaman. Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er gaman. Já, en presturinn? Presturinn? Já. Hann er hérna. Af hverju varstu prestur? Já. Fékkstu köllun? Varstu fyrir einhverju? Ég var spurður daginn hvort ég var fyrir einhverju. Ég er alltaf fyrir einhverjum. Ég var spurður að því daginn hvort ég væri komin á rétta hillu. Já, ertu það? Ég sagði já. Nákvæmlega eins og ég er á réttri hillu sem leikstjóri eða á réttri hillu sem faðir. Eða á réttri hillu sem eiginmaður eða tónlistarmaður, nákvæmlega réttri hillu sem hálfviti. Sko, við eigum miklu fleiri en eina hillu, vona ég, og við eigum okkur öll margar birtingamyndir. Að vera prestur er vissulega köllun, en ég held að stærsta köllun í lífinu, ég held að ég sagði þetta á bíli brúðkaupinu helgina, stærsta köllun í lífinu er hins vegar kærleikurinn að gera gott og koma að gagni. Ég held að það sé stærsta köllun mannfólksins almennt og til þess erum við nú hérna held ég. Ég er trúaður, ég trú á Guð. Hefur alltaf verið það? Já, það hefur verið kannski misofarlega á yfirborðinu, sko mismikið á yfirborðinu segi ég. Rétt eins og það er nú með margan Íslendinginn. Ég er alinn upp við það að fara í messu á jólum, mögulegum páska. That's it. Mamma var trúuð, pabbi var það nú síður, fannst prestar svona mismerkilega skepnur. Þannig að og
það komið beina kallegg sko. Þannig einhvern tíðan þegar Þrándur afi, amma Signý fór til messu og svo þegar hún gekk heim, þá var Þrándur afi út við og hann spurði, jæja, var vel mætt? Amma, ég held það. Já, kom eitthvað nýtt fram. Amma var ekki alveg jafn viss það. Þannig að sko, þetta bara íslenskt. Ég hefði haldið og sko, en ég held að trú mín hafi nú einfaldlega vaxið í réttu samræmi við bara þroska í rauninni og svona maður áttar sig á því hvað það sem að skiptir máli í lífinu og hvað það sem að svona er raunverulegt og hvers maður þarfnast. Og svo hafandi þetta, þá hef ég verulega köllun til fólks hins vegar líka, sko, ég meina, það hefur megnið að minni vinnu snúist, það að starfa með fólki. Ég hef áhuga á fólki, mér finnst fólk skemmtilegt allavega. Ákvæmlega sjaldan sem ég heiti fólk sem fer svo í taugarnar á mér, ég get ekki umgengist það. Og persónur finnst mér, karakterar finnst mér ofboðslega áhugaverðir. Ég var gangastúlka á öldrunardeild á sjúkrahúsinu Húsavík einu sinni í 1,5 ár og það var óborganlegur tími. Ævintýralega skemmtilegar persónur sem ég kynntist þar. Og mér fannst að það að verða prestur væri einhvern veginn ótrúlega rökrétt þrep ofan á allt annað sem ég hef gert. Allt sem ég hef gert, það gagnast mér ótrúlega vel í þessu starfi. Svo er náttúrulega þetta atriði í þessu starfi, það er sko sálusorgunin. Taka á móti fólki í erfiðleikum og mikilli sorg og öðru slíku. Hvernig tekur það inn á þig? Ég er náttúrulega mjög nýr í starfi. Já, þess þá heldur. Ég viðurkenni þannig alveg að sko minn stærsti komplex í þessu náttúrulega sá að þegar maður auðlast til að sko hugsa hver ég að geta hjálpað. Já. En leið maður hugsa þannig þá einfaldlega verður maður að lúta höfði og biðja bara fyrir því að vel sé fyrir séð og svo bara auðvitað býr maður á því námi sem að maður er búinn að ganga í gegnum og reynir að nýta sér það svona til að vera faglegur, en svo er þetta spurning að vera sæmilega næmur á aðstæður og næmur á fólk, næmur á þarfir. Þetta snýst fyrst og fremst Þú ert aldrei kvíðinn ef þú þarft að fara í svona aðstæður? Almáttugur, jú. Ég meina, ég var ekki búinn að vera í starfi nema ég man ekki 1, 2 eða 3 mánuði þegar að ég þurfti að fara í heimahús og tilkynna andlát. Já, þetta hlýtur að vera dálítið mikið átak. Veistu, ég hugsaði, þetta kom svona, ég þurfti bara að klæða mig og fara og gera þetta og ég stoppaði í bílnum, ég bað fyrir fólkinu sem var inni og það eina sem ég hugsaði var þetta er ekki mín sorg, það er ekki mitt að hafa hver ég vera kvíðinn gagnvart því sem að þetta fólk er að fara að fá að frétta. Þannig að ég það er svo lítið á móti því sem að flesta fólki þarf að ganga til. Þannig að maður reynir bara að hugsa þannig að vera ekki upptekinn af sjálfum sér. Það er nú helst það sko. En já. Hvernig á að koma sér að því og þess aftar, þú hlýtur að pæla í því? Já, auðvitað. Átt að segja eitthvað undan og þú veist, á að vera með svona, ertu að hugsa eitthvað, á ég að vera með einhvern formála að þessu eða á ég bara að fara í þetta eða? Já, ég viðurkenni að ég hugsaði þetta allt saman og þegar ég var komin á staðinn þá reyndi ég að muna eitthvað að því en ég reyndi bara svo elda nefið á mér og reyna að bara gera þetta eins nærgætið og fallið og hægt var. Þeir eru búin að læra? Þetta er skemmtilegt nám, er það ekki rétt? Mjög fjölbreytt og skemmtilegt. Já, fjölbreytt og skemmtilegt. Þú ert orðinn prestur. Það þarf að sauma á hempu. Er þetta til í stærðum eða? Já, sko, nú er niðurskurður. Þannig að við erfum hempur. Það eru til margar hempur bara á einhverjum stað þegar eru geymdar. Svo fer maður bara í mátun. Aðtók hvað passar og ég fann það var hérna hempa sem passar svona nánast á mig nema náttúrulega ég er hobbiti þannig að það þurfti að stytta hann aðeins en hérna annars, já. Og hvar eru þessar hempur til staðar?
Í búð? Nei, þetta er saumakona eða? Saumakona, klæðskeri, einhver sem er með þetta bara... Já, sem á þetta bara á lager. Já, sko þetta var hempan sem ég í núna. Já. Er hempa sem einhver annar átti áður. Hreint, það? Já, ég menn þetta eru hempur sem að hafa verið notaðar. Já. Þannig að þess vegna við fáum ekki nýjar hempur í dag. Nei, ég meina þarfst þú ekki að kaupa þetta sjálfur? Nei, kirkjan skaffar eina hempu. Já. Og eitt kraga. Eitt kraga? Já, við fáum það. Og svo umfram það náttúrulega, þá ertu komið svona helstu nauðsynjar. Hvað kostar kragi? Þetta er góð spurning, ég á einn og læt hann duga. Ég skilst að það er ljótt að ljúga, ég held hann sé í kringum 70 skall eitthvað svoleiðis. Svona kragi? Já. Ég hef séð myndir af konur sem að bjóða þetta til. Það var mjög gaman að sjá handverkið sem að fólst í þessu. Já, mitt. Þetta er náttúrulega, tilfinningin náttúrulega þegar maður sér þetta, er náttúrulega svo að þetta sé eins og áttið þú aldrei svoleiðis, svona jólasveina sem að þú laðið saman svo... Jú, og brífi. Já, það er svona tilfinningin. En þetta er ekki það, þetta er úr einhverju voðalega fínu efni og svo náttúrulega er þetta til þess að þetta lítur vel út, það var búið að stífa þetta eitthvað og svona slappast það smá saman. En er ekki óþægilegt að hafa þetta á sér? Nei, kraginn er fín, ég hefði nú vitað því að hafa það víðan, hann herðir ekki mjög að. Prestaskýrslan er miklu verið, hún er margir búin að færa tölunni í annarri skýrslunni minni, en sko ég var þannig að sko ég er mjög heitfengur að ég hélt ég myndi látast fyrsta sinn sem ég var í þessu. Þetta heitt. En kraginn aftur á móti, mín fyrsta hjónavígsla var utandyra og var í Mývatnssveit og var seint í september. En það var svo gott sumar í fyrra sumar að Mývargarnir voru bara ekki farnir og þeir héldu að þetta var lendingapallur. Þannig að ég var með svermin í kringum með allstaðar allan tíman. Svo mjög skemmtilegt í sumar, þá var ég að skíra og og stúlkan sem ég var að skíra kom svo allt í lokatarnar og rétti hendurnar að mér. Ég spurði hvað á ég að takka þig. Þannig ég tók við henni, hún greip í kragann og beit í það. Og reyndi að geta hann. Og þetta er Bjarni, tónlistin. Tónlistin? Við erum ekki langan tíma eftir, en við erum aðeins að hlaupa á því. Já, sko, þú bast mig að koma með hluti. Já. Og nú erum búin að tala um prestin. Já, nú skulum við fara bara í það. Já, nú erum við búin að tala um prestin og ég ætla bara að ljúka þér umræðu eins og þú spurði nú hvort þetta blunda lengi í mér. Hér fékk ég biblíu á 25 ára afmælisdeginum mínu frá móður minni, sem ég þykir afskaplega vænt sérstaklega vegna þess að þegar ég fékk hana, það fannst mér þetta mjög skrítin gjöf og gluggaði svolítið í þetta og lagði hana svo til hliðar. En er búinn að lesa þeim meiri inn í svo seinna mér. Já. Ég veit ekki hvort hún var svona framsýn konan eða hvað, en allavega. Þetta er nú dálítið skemmtilegt og merkilegt. Mamma skildi, hafa þetta hvergi komið fram með prestinn? Það held ég ekki, nema bara, amma Signý sagði stundum að ég ætti að vera prestur. En ég held að það hefði bara verið bull. Já. Sama sagna. Nú svo tók ég 2 diska sem ég þykir ákaflega vænt líka, vegna þess að þetta eru fyrstu diskarnir með báðum hljómsveitum mínum. Já. Þetta eru túpílakar, túpílak, sem eru skurgóð, grænlensk, litlir grænlenskir vættir skornir út í hvalbein. Já. Og við nefnum okkur eftir þeim, aðalega vegna þess að upphaflega voru Sigil og bara 2 í túpílakum og túpílakar eru eiginlega litli ljótir kallar. Þannig að við séum hvorugur hávaxinn. Þetta er svona vísnatónlist og þess áttar. Margrét hækkaði svo bæði greindar og fegurarstöðulinn verulega með hljómsveitarinnar. Já, hún gekk til þessu. Hún gekk til þessu og er núna og er fullgildur meðlim í túpílaka. Er þetta hljómsveit sem í rauninni til ennþá? Hún er til ennþá. Eða eru allar hljómsveitir til yfirleitt? Já, nema að sér tekin svona ígrundu ákvörðun að hætta. Já. En hún er til ennþá, við vorum spila á Hríseyjarhátíð meira í sumar og hvaðina. Já, við förum að svona lifna við aftur núna þegar við erum á sama landshorninu. Já. Og svo er það fyrsti diskur Ljótu hálfvitana. Það er einhver geðhreinsun í því fyrir fólk að geta hringt og spurt, já, góðan daginn, er ég að tala við hálfvita? Þú verður heyrt þetta nokkrum sinnum. Já. Og ég vissi alveg að sá brandari kæmi fram alveg á 0-1 ef og þegar ég fengi brauð, hálfviti prestur. Já.
og það náttúrulega var klárlega gert í fjölmiðlum í fyrra sumar og gladdi mínu bara og ég meina þetta okkar eigin gröf, við föðmum það klárlega. Hvað mynd þarna við hliðina á þér? Hvað mynd þarna, já, það góð spurning. Já, þetta náttúrulega það stærsta og mikilvægasta í lífinu. Sérstaklega þegar maður tekur svona seint út þroska. Aldeilis óvænt og yndislega stækkaði fjölskyldun okkar ansi mörg % fyrir 16 mánuðum síðan. Þegar hún Sunneva litla Oddsdóttir kom í heiminn. Heldur það verið ekki gott að ala hana upp í sveitinni? Yndislegt, það er algjörlega frábært. Hvernig sérðu þetta fyrir þér? Ykkur, litlu fjölskylduna á Möðruvöllum, sérðu þig verða 70 þarna? Ég get alveg séð með 70 þarna. Aha. Já. Veistu, þetta líf er búið að taka svo margar beygjur að ég er löngu búinn að læra það að plana bara x langt og svo eldir maður bara. Þetta eru nokkuð góða lokhorð. En nú ætla ég að taka mynd af þér. Já, þú gerir það. Ég geri það á stundum, ég reyni að taka myndir af viðmælendunum mínum. Já, bara góður. Hvernig tókstu það? Er ég í fókus? Já, þú ert held ég bara í fókus og allt í orden með það. Óttur Bjarni, gaman að spjalla við þig. Takk þessum leiðis.